Góðan dag eða gott kvöld. Nú ætla ég að fjalla svolítið sérstaka vinda og reyna að svara spurningunum af hverju verða fellibyljir til, skýstrókar, hvað hnúkaþeyr eða mónsúnvindur. Allt þetta eru sérstakir vindar sem myndast snögglega og hverfa eða eru í hálft ár og svo snúast þeir við og eru í hina áttina í hálft ár. En við skulum byrja á skýstrókum. Skýstrókar eru stórhættuleg fyrirbrigði. Þeir geta náð vindhraða allt upp í 100 km hraða á klukkustund. Og þeir eru yfirleitt ekkert mjög breiðir. Þetta eru mjóir skýstrókar og það sem þeir fara þar eyðileggja allt. Það er til nýlegt vídeó núna þar sem það er sýnt hvernig húsið hinum megin við götuna splundraðist á fréttasíðum Morgunblaðsins. Og fólk jafnvel lætur lífið. Þetta er ekkert smá hraði. Og á þessu myndum sem sjá hér, þá er annars vegar skýstrókur sem er í miðri Ameríku. Þeir eru mjög algengir þar á haustin og vorin. Og svo hinni myndinni er þetta skýstrókur á Íslandi. Þeir eru yfirleitt meinlausir og bara standa yfir í nokkrar sekúndur. Menn eru bara að horfa á þá. En fara nú ekki inn í þá. Það er yfirleitt svona sandskýstrókar á Íslandi. Jæja. Mónsúnvindar eða vindar sem eru staðbundnir. Þeir eru oftast í Asíulöndunum, Kína og Indlandi. Þetta virkar þannig að landið hitnar og það hitnar svo mikið að vindurinn fer frá landi út á sjó. Svo þegar þetta snýst við, þegar sjórinn hitnar, þá fer vindurinn frá sjónum til lands. Þá verða oftast ofsalega rigningar. Það bara rignir í bara nokkra daga og vikur. Og stundum er þetta yfir 2000 mm sem er náttúrulega ótrúlega rigning. Við sjáum þessari mynd hérna að það er bara ræsin, þau hafa ekkert undan. En þetta er eins og bara skiptist í þessa átt og svo aftur í hina áttina. Á blaðsíðu 68 í bókinni má sjá góða mynd sem sýnir þetta. Þannig sjáum við hæð og þá fer vindurinn frá landi og svo lægð. Þá kemur vindurinn til lands. Fellibyljir eru mjög algengir við Flórídaskaga, við Ameríku. Og jafnvel inn fyrir Flórídaskaga. Þeir eru líka algengir í Asíu. En þeir fellibyljir sem við fylgjumst oftast með eru við Flórídaskaga. Myndin sem þið sjáum hér er af fellibylji sem fékk heitið Katrín og hann fór að vísu yfir Flórídaskaga inn í flóa aftur, Mexíkóflóa og alveg inn í New Orleans. Þetta eru bara svona lægðir eins og við þekkjum þetta. Það sem er rok og rigning. En þessi fellibylji verða til út í hafinu, ná í fullt að raka og búa til þennan hringsnúning. Það verður mikil rigning, eins og sjáum á myndinni hérna á Flórídumyndinni, þar sem staurarnir eru hálfur í kafi og mikið rok. En þetta er ekki eins hættulegt og skýstrókar. Þegar fellibyljurinn kemst yfir land, þá minnkar hraðinn á honum. Hann verður ekki eins öflugur eins og þegar hann var yfir sjónum.
Þessi fellibylur heldur síðan áfram upp ströndina í Ameríku til New York, til Boston og svo áfram yfir hafið til Íslands. Þá er hann orðinn andskoti lélegur. Við köllum þetta bara rok. Nú ætlum ég að fara yfir sérstakt atriði sem við á Íslandi þekkjum vel. Það er hnúkaþeyr. Hnúkaþeyr, eins og sést á þessari mynd, er það þannig að vindurinn kemur hérna frá vinstri upp fjallið og það er raki í honum. Þetta er 5 gráðu heitur loft sem kemur upp á raki og með því að fara upp og kólna þá þéttist það. Ég er búin að segja það áður, þegar vindurinn fer upp þéttist hann og fer að rigna. Svo heldur vindurinn áfram yfir fjallið og kemur hinum megin niður. Þá er hann búin að losa sig við rigninguna og orðið heitt. Þetta er sérstaklega sjáanlegt á Íslandi þegar við fáum suðvestanátt og á Seyðisfirði og Austurlandi það er 25 stig hiti og sól og við með 5 stig hiti og rigningu. Það er ótrúlegt. Fjöllin á leiðinni, Vatnajökull, Hofsjökull, þeir þurrka alveg upp rigninguna. Takk fyrir.